Komið sæl mín kæru. Í þessum þætti ætlum við að fara vítt og breitt landið, skoða brot úr því besta frá árum áður og hitta alls konar skemmtilegt og áhugavert fólk. Komið með. Komið sæl, við heilsum að sunnan. Hér eru við í Íþróttahúsinu í Hornafirði að sýna Fúsa froskaglaupi á árshátíðinni og leikstjórinn hérna, Kristín Guðrún Gestsdóttir, er náttúrulega algjör stundi hérna. Og þau eru dásamleg. Ég vissi það. Já. Grunnskólinn á Hornafirði setur upp stóra leiksýningu á hverju ári og það er ekkert til sparað að gera hana sem flottasta og vandaðasta. Þetta árið varð Fúsi froskagleipir fyrir valinu. Leikgerð sem Leikfélag Hafnarfjarðar setti fyrst upp fyrir mörgum árum. Sagan er eftir Ole Lund Kirkegaard en tónlistin er eftir Jóhann Moravec. Jóhann tók þátt í uppfærslunni í Hafnarfirði á sínum tíma og nú spilar hann í hljómsveitinni. Hann er sem sagt enn með Fúsa. Já, þetta eru skemmtilega minningar. Fúsi er nefnilega alveg einstök persóna. Ég held að Fúsi hafi alltaf verið til og verði alltaf til. Ég man nú ekki hvernig við tókum þetta upp einhverju 2-3 árum eftir að við vorum í sýningunni í Hafnarfirði en eftir það hef ég ekki verið neitt í tónlistinni. Við skemmtum okkur hér, þið horfið á þáttinn. Höldum í Hellisgerðin, helsta skrúðgarð Hafnfirðinga. Bæjarstjórinn þekkir bæinn sinn vel og hún segir að garðarnir í Hafnarfirði séu margir fallegir. Bæjarbúar eru með græna fingur, segir hún. Það er sko rétt. Hérna eru náttúrulega bara frábærir garðar af ýmsum tegundum, gamlir og nýir. Þið eru eflaust búin að rekast á það að þeir eru með ýmsu móti. Við leggjum mjög mikið upp úr því Hafnfirðingar held ég almennt að hafa fallegt í kringum okkur og við hjá bænum erum mikið að hvetja til þess að fólk hafi fallegt í kringum sig og svoleiðis. Og okkur þykir ákaflega vænt og gaman að sjá hvað Hafnfirðingar upp til hópa hugsa vel lóðurnar sínar og garðana og við erum ákaflega stolt og ánægð með það. Bærinn, já, hann hefur breyst mikið á undanförnum árum ef við tökum umhverfið. Já, við höfum lagt mjög mikla áherslu og erum að leggja mikla áherslu á fegrun og hreinsun og á umhverfið allt. Við vitum að það hefur svo mikil áhrif á fólk að hafa fallegt í kringum sig og þá þurfum við hjá bænum að vera gott fordæmi og við erum svo heppin með það að hér eru svo fallegar og margar gamla lóðir þar sem að fólk er að hlúa að og rækta og vill virkilega hafa fallegt í kringum sig, þannig að þetta hjálpast allt að. Þetta hefur svo mikil áhrif á sjálfsmyndina líka, að bærinn sé vel snyrtur og fegraður og það er bara, maður er allt sumari hérna bara út á örkinni að athuga hvort það sé nú ekki allt undir kontról í þeim efnum því að það er bara mikill metnaður og það er svo gaman að sjá einmitt sko, það eru náttúrulega svo margir gamli garðar hérna í bænum sem eru byggðir eins og hér í Hellisgerði, svona í gömlu hrauni og í kringum hraunið, gamla grjóthleðslur sem að fólk er að halda upp á og þetta eru svona svo einstaka lóðir eins og við í þessum gömlu hverfum sérstaklega, þar sem að er svo hafnvirt, hraunið er látið njóta sín og trén og plönturnar og það er svo gaman að þessu. Og þess vegna tókum við upp núna fyrir nokkrum árum aftur að veita fegruna viðurkenningar hjá bænum. Við viljum hvetja með því fólk til þess að bæði í sérbýlum sem á fjölbýlishúsum og atvinnufyrirtæki líka hvetja fólk til og það hefur áhrif að við séum að fara á milli og velja fallega lóðir og garða og þannig náum við markmið okkar að hafa þetta einstaklega fallegan og velsnyrtan og fagran bæ. Ljúktu
sólina inni, leyfðu henni í ljóð og myndum, leika ofar hæstu tindum, svifta burtu, svika hulu, syngja aftur gamla þulu. Líta bæði í ljós og skugga, langar til að bæta og hugga. Breyta þeim sem böli valda, breyta stríði margra alda, breyta þeim sem lygin lamar, leiða vit og krafta framar, gull og metorð gagna ekki, gangir þú með sálarlekki. Gull og metorð gagna ekki, gangir þú með sálarhlekki. Breyta þeim sem böli valda, breyta stríði margra alda, breyta þeim sem lygin lamar, leiða vit og krafta framar, gull og metorð gagna ekki, gangir þú með sálarhlekki. Gull og metorð gagna ekki, gangir þú með sálarhlekki. Saga dúntekju nátengd sögu þjóðarinnar en æðarfuglinn hefur lifað með Íslendingum síðan land byggðist á ofanverðri 9. öld. Æðarbændur eru þeir bændur sem veita villtum fuglinum vernd fyrir rándýrum. Þeir búa í haginn fyrir komu fuglsins með því að hreinsa og girða af varpsvæðið og fylgjast svo mjög vel með varpinu. Þegar álega hefst losnar dúnninn af bringu æðakollunar. Hún hylur eggin sín með dúninum til einangrunar og verndar, en þegar hann hefur gegnt tilgangi sínum, tínir æðabóndinn dúninn og verkar hann svo hreinsar eftir aldagömlum hefðum. Árlega falla til 3000 kíló af hreinsuðum íslenskum æðardúni, en hvert kíló samanstendur af dúni úr 60 til 80 hreiðrum. Nær allur æðadúnninn fluttur út á erlenda markaði. Gaman að vera æðabóndi? Já, það mjög gaman. Hvers vegna? Það svo gaman að fá að hlúa að náttúrunni, vera úti í góðu veðri og bara vinna við dúninn og sinna fuglinum. Æðafuglar eru alls konar týpur. Það eru svona hóverartýpur, frekartýpur, bara alls konar týpur eins og eru alls staðar. En bændurnir? Já, ég hugsa að þeir séu frekar svona þrjóskar og rólegar týpur, flestir. Kanntu vísu æðabændur eða æðavarp?
Já, afið minn orti vísu Sigga frænda sem var svona aðal varpvörðurinn, mátti segja í mörg ár. Og hún svona, oftast sést hann einn á labbi æðarvarp með lítið hár. Þessi kæri kollupabbi kominn á efri ár. Í bílskúr einum í Eyrardal í Súðavík römbum við eins og Kalli í bókinni eftir Roald Dahl Kalla og súkkulaðigerðina inn til hennar Elsu í Sætt og salt þar sem hún að framleiða dýrindis súkkulaði og konfektmóla. Hér þyrfti lyktin að fylgja með því hún slær mann endanlega aftur í barndóm þannig að hingað gengum maður inn eins og krakki í súkkulaðiverksmiðju sem ómögulega getur staðist freistinguna að fá sér 1, kannski 2 og jafnvel bara 3 eða fleiri móla. Ég það er ekki að segja að það sé mjög langt úr heimilinu í vinnuna hjá þér. Nei, það eru 6 skref. Nákvæmlega 6 skref. Og yfirleitt nú bara svona tölt aðeins yfir en á veturna þarf maður stundum að vaka sig annarkvort út eða bæði út og inn. Þannig að það er stutt að fara. Mjög stutt að fara. Sko, maðurinn minn hvetur mig að finna stærra húsnæði. Það náttúrulega hann vill fá bílskúrinn sinn. En við þurfum að fá stærra húsnæði. Þetta er orðið mjög aðþrengt en ég fer ekki með þetta frá Súðavík. Það er bara, ég er svo mikill þverhaus, þetta fer ekki í þann. Og þetta er náttúrulega hluti líka af þessi ímyndunarsköpun sem á sér staði tengslu við súkkulaði. Þetta er gert í þessu litla þorpi og verður ætíð þannig. Ef við byrjum að kafa aðeins svona í upphafið, hvar byrjar þetta allt saman? Sko, grunnurinn er raun og veru mjög gamall. Það er 84 byrjaði í heimabakari fyrir norðan og var þar meira minni 27 ár. Síðan flytt ég heim, ég er fædd og uppalinn á Ísafirði og maðurinn minn einnig. Flytt ég hingað síðan 2 árum síðar og tók síðan við kaupfélaginu sem var svona, þetta er svona eins og félagsmiðstöð. Og þá vantaði eitthvað með kaffinu. Og þá byrjaði maður að steypa smá og svo var komin eftirspurn og svo var ég bara komin í vandræði vegna þess að fólk vildi bara fá kaupa þetta í plötum. Og þetta bara óx og bara, stækkar alveg út í óendanlega. Þannig að, en í okkar tilfelli, til dæmis, sem er mjög skemmtilegt að geta sagt frá, við höfum aldrei hringt í neitt, við höfum aldrei markasett, við höfum aldrei haft samband við neitt til að selja vörurnar fyrir okkur. Það er allir sem komið til okkar. Þannig að þetta er bara ofsa gaman. Þannig að það er í raun mikil tilviljun í því að þú endar hér í Sætt og salt? Já, þetta átti að vera gæluverkefni, en þetta var náttúrulega aldrei neitt gæluverkefni. Þetta er bara alveg ofsa skemmtilegt, sko. Mjög. Og það er nóg að gera, það er alltaf eftirspurn eftir meira súkkulaði? Það er nóg að gera og þetta er 2,5 stöðugildi. Myndum bæta við fleiri með að hafa meira pláss. Við erum orðin aðþrengd í plássi og byrjuð á jólunum. Og það er bara, fyrsta sending var farin og það sem tikkar hæðist í dag er kaffitár. Við verðum hluti af jólagjöfum þeirra í ár og síðan kaffihúsinu. Og það er svona meira heldur en 2-3 plötur þangað. Og síðan náttúrulega bara önnur fyrirtæki og einstaklingar. Þetta er bara, við þurfum að hafa okkur alla við til þess að halda takti, sko. Áttur þér eins og mörg börn þann draum þegar þú varst lítil að eiga súkkulaðiverksmiðju? Nei, ég reyndar ætlaði að taka lordin og vera á varðskipi. Ég ætlaði ekki að vera í súkkulaði, en svona er þetta bara, tilvílanir. En hvernig er þetta starf? Þetta hlýtur að vera mjög skapandi? Þetta er rosalega skapandi og það er sko, maður þarf að fylgja eftir hverju móla. Náttúrulega þetta er allt handstift, það er handunnið og hver móli eða hver plati jafn þýðingarmikil og svo næsta. Og ég er náttúrulega með alveg óheyrilega mikla fullkomna áráttu og það fer ekkert út úr húsinu mér sé alveg örugglega ánægð með það. Og síðan er til dæmis svo konfektið að það er svona hugsað svona sem lítið listaverk. Þannig að þú borðar fyrst með augunum og síðan náttúrulega bragðar á og yfirleitt eitthvað svona óvænt inni sem kemur aðeins óvart. Þannig þetta er bara, og ég er líka þannig að ég verð að hafa einhvað svona fyrir að fá að skapa. Ég gæti ekki verið alltaf bara einhver færamótavinna. Það myndi ekki ganga, sko. Þannig að konfektið er svona mitt uppáhalds. En plöturnar er ekkert síðri, sko. En hvernig með þessu hráefnin? Getur þú nýtt eitthvað hráefni af svæðinu? Já, við erum, haustinn þá eru tínd aðalblóber til þess að setja í hvítt súkkulaði, hvítar plötur. Þá getur þú keypt hvítt súkkulaði með ferskum aðalblóberum í
Og svo erum við svona að skoða jurtirnar og ég er búin að nota blóðbergi í nokkur ár sem er rosalega gott, bæði fallegt og gefur gott bragð. Þannig maður svona, já, maður lítur svolítið í náttúruna, það er stutt í hana. Maður er svona 7 mínútur í berjum. Þannig að hún heillar alltaf náttúruna, sko. Nú er þetta endaleysi möguleikar þegar kemur að bragðinu. Já, hvernig nálgastu það að þróa og finna ný bragð? Þetta er í raun og veru, þetta er svona svipað eins og þeir sem vinna við matreiðslu og kokkin. Það er eitthvað svona, þú veist alveg hvað passa saman. Þú veist hvað er gott með hverju og til dæmis eru sko notaði salti fyrst að þá notar fólk bara, já, einmitt. Og það eru komin ansi mörg ár síðan. Og nú er þetta orðið þekkt að nota salt með sætunni og þetta er nákvæmlega eins og með matreiðsluna. Salti gerir alltaf allt betra, svona skerpur á. Og síðan erum við svona leik okkur með ýmislegt sem að svona óhefðbundið og það er nefnilega svo gaman, sko, ég hef aldrei fetað í fótspor annarri, ég hef aldrei þurft þess. Klukkan er 9 á miðvikudagsmorgni og sundrútan er mætt fyrir utan Vopnafjarðarskóla. Við ætlum að slást í för með öðrum bekk sem eru á leið í skólasund í Seláralaug, sem er 3,5 kílómetra frá þjóðvegi 85 á leið til Bakkafjarðar, eða alls í 12 kílómetra fjarlægð frá skólanum. Já, það er sæmilegasta leið fyrir bæði stuttafætur og langa til að ganga í sund og lítið pláss fyrir annað í skóladeginum ef rútan væri ekki til staðar. Það er nú smá leið sem krakkarnir þurfa að fara hérna til þess að komast í skólasund. Já, þetta er 10 kílómetra ef mig misminnir ekki, þannig að þetta er skólasundi hérna hjá okkur er smá svona vertíð og þetta er tekið bara í svona hálfgerði skorpunni þess að á haustin og vorin og það er bara svona keyrt á þetta alveg í 2 vikur þannig að bara út af vegalendunum, sko. Þannig að ég þekki náttúrulega ekkert annað, sko, þegar ég byrjaði bara að kenna hér þannig að þetta er svo sem bara eðlilegt fyrir mér. Þetta er sögufræg laug og það hafa nú Vopnfirðingar hafa verið að læra sund hérna bara í gegnum árin. Jú, mikið rétt. Ég hafi heyrt sögur af því að í gamla daga eins og þegar móðir konunum minna var að læra sund, sko, þá gistuðu hérna. Það voruð bara í 2 vikur og það var bara matraður á staðnum og hér var bara gist. Svo var bara synd. Þannig að þegar maður heyrir svona sögur að þetta er svona svolítið magna, sko. Það getur ekki ímyndið sér þetta í dag en það var alltaf breytir í gamla daga þegar allt var öðruvísi. Rétt við sundlaugina er uppspretta með heitu vatni og var vatn úr þeirri uppsprettu notað til margra ára í sundlaugina. Í dag er uppsprettuvatnið nýtt til að hita upp vatnið í sundlauginni. Það er óhætt að segja að heita vatnið hafa valið sér fallegan stað til að vera á og Seláralaugin nýtur svo sannarlega góðs af því. Já, það er náttúrulega mjög næs að hafa Selána bara í bakinu á mér, sko, þegar ég er að kenna og ég tala nú ekki um á vorin þannig að þegar þeir eru kannski svona, þeir eru byrjar að veiða, sko. Það er náttúrulega mjög skemmtilegt að geta kíkt út í á, sko. En og svo er náttúrulega bara umhverfið, þetta er náttúrulega, hálfgerð náttúrulaug. En já, eins og ég segi, þá náttúrulega byrjaði ég að kenna hérna fyrir austan, sko. Þannig að ég hef ekkert við mig nema þetta. Heldur að krakkarnir séu stiltar eða óþægir fyrir viki? Hefur áin róandi áhrif eða hvernig er það? Ég veit ekki, allir gangur á því, sko. Sum börn eru mjög stillt og sum eru kannski ekki jafn stillt. Þannig að, nei, ég held nú að umhverfið kannski vilja enga þátt í hegðun barnanna, í miður. Og hérna maður sér það fyrir aftan, þau eru mjög spennt að byrja tíman, þannig að við kannski tefjum ekkert mikið meira. Nei, nú eru 3 mínútur liðnar af tímanum þeirra og þetta er þannig hópur að þau láti í sér heyra eða fyrst á þeim broti. Þannig að ég þarf örugglega bara að fara að vippa mér úr viðtalinu. Heyrðu, takk fyrir viðtalið og við farum af stað. Takk. Baksundi er alveg svo skriðsundi nema við leggjum á bakinu. Korpurinn undir höfuðið og svo spölkum við. Þú varst í sundi, Aldís, eða ekki? Jú. Hvernig fannst þér sundtímanum? Gaman. Hvernig er hann Jón Orri? Orri? Skemmtilegur. Já. Ok. Hvernig finnst þér svona að keyra alltaf í sund? Gaman. Já. Strákar, hvernig var í sundi? Bara gaman.
Nú þið síðastir í rútuna, eru þið alltaf eitthvað að drolla í klefanum eða hvernig er það? Nei, það eru bara, það er strákarnir svo lengi í sturtu, hinir eldri. Þegar við eigum eftir að fara á sundskýluna og svona og fara í sturtu og já. Stelpunnar, þær eru alltaf undan ykkur? Já, því að hinar eru svo seina niður, þeir labba svo hægt, þannig að þeir geta farið í sturtu og svo komið út þegar þær komið. Akkúrat. En hvernig var vatnið? Var ykkur eitthvað kalt í sundi? Já. Sturtunar eru bilaðar í kalla klefann. Er það bilaðar í kalla klefann? Varst þið kaldir í sturtu? Já. Sturtan, sko, bara vatnið kemur út allt og gult vatn sem er ógeðslegt. Er gult vatn líka? Er gult og kalt vatn? Já. Ekki að ljúga. Ég er ekki að ljúga. Manstu ekki þegar við vorum í fyrsta bekk? Það var þá. Já. Það er bara þegar það er ekki notað kranana mikið. En núna eru þið á leiðinni í hvaða tíma? Ég held að það sé tómmynd. Já, það er tómmynd. Er ekki gaman í tómmynd? Nei. Jú, ekki gaman í tómmynd. Er skemmtilegir í sundi? Já. Getur maður gert meiri kollnís og svona. Hvernig gerir maður kollnís í sundi? Maður bara stekkur ofan og tekur kollnís. Þetta er bara eins og maður tekur kollnís bara á dínu. Eins og maður bara í lauginni. Hvernig lærir þú svoleiðis? Fyrst þegar maður lærir þá heldur maður svona í bakkan og svo setur maður hausinn ofan og gerir kollnís. En svo þegar maður er búinn að læra það getur maður farið út í djúpi og gert það án þess að halda sér í. Svo gerði ég eitt og það var í rólu. Ég tók heljarstokk í henni. Ég hef líka gert það. Ertu ekki að meina þegar við rólum og svo förum við aftur og bak, svona, þannig kollnís? Jú. Ég hef gert það. Ok, en eru þið að æfa einhverjar íþróttir hérna á Vopnafirði? Já. Fótbolta. Æfa fótbolta og ég er að æfa blak. Ég er að fara að byrja líka í blaki. Ég var einu sinni líka í blaki. Og svo er ég líka að æfa frjálsar. Bjarki, bara láta þig vita. Ef þú ert að ljúga, þá er mamma þín kannski bara að horfa á þig á fimmtudaginn. Ég er ekki að ljúga, sko. Ég er ekki frjálsum, sko. Eru þið nokkuð að vera seinir í tíma? Já. Kannski. Þú eru ekki að fara að hlaupa í tíma? Jú. Þá bara þakka fyrir viðtalið og þið með að hlaupa í tíma. Takk. Bye. Hanna. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful thing to be flown. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young.
You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful thing to be flown. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. Oh, you make me feel so young. Oh, you make me feel so young. Oh, you make me feel so young.